67. til 77. kafli. Þegar hér er komið sögu er ljóst að óvinir Gunnars munu ekki gefast upp, þrátt fyrir að sættir séu gerðar. Reynt er að spilla sættinni ítrekað. Mörður, frændi Gunnars, vill nýta sér spádóm Njáls að Gunnari sé óhætt nema hann drepi fleiri úr ætt Otkels. Hann gefur þau ráð að Þorgeir Otkelsson sé ginntur til að fara gegn Gunnari til þess að vera drepinn. Njáll sér árásina fyrir og nær að koma í veg fyrir hana með því að plata árásamennina. Hann fær þá til að trúa því að Gunnar sé á leiðinni með svo mikinn her að hann sé ósigrandi. Árásamenni verða svo hræddir að þeir biðja Njál að semja frið við Gunnar. Þeir borga Gunnari sekt næst þeir hittast á alþingi og skiljast allir í friði. Ráð Marðar mistókst. Þetta leyti í sögunni eignast Gunnar frægasta hund Íslendingasagnanna, hann Sám. Friðurinn endist þó ekki. Áður en langt líður eru óvinir Gunnars farnir að leita að nýjum leiðum til að ná sér niður á honum. Það endar auðvitað í bardaga, þar sem Gunnar drepur Þorgeir Otkelsson. Njáll segir Gunnari að nú þurfa hann að vera var sig. Gunnar er nú búinn að vega tvisvar í sama knérun. Til að reyna að bjarga málunum sættist Gunnar á útlegð. Hann og Kolskeggur skulu fara af landinu í 3 vetur. En einu sinni virðist búið að bjarga málunum. Gunnar, Kolskeggur og fleiri ætla saman út. Þeir ganga frá öllum lausum endum og ríða saman af stað til skips. Við Markarfljót stöðvast hestur Gunnars og hann dettur af baki. Hann lítur við og sér fljótshlíðina, en hlíðarendi stendur í henni, og segir: Fögur er hlíðin. Svona er þetta í sögunni. Honum var litið upp til hlíðarinnar og bæjarins að hlíðarenda. Þá mælti hann: Fögur er hlíðin, svo að mér hefur hún aldrei jafn fögur sýnst, bleikir akrar en slegin tún, og mun ég ríða heim aftur og fara hvergi. Kolskeggur reynir að fá Gunnar til að fylgja sér, en Gunnar neitar og ætlar heim. Kolskeggur segist þá farinn út og hann kom ekki aftur til Íslands, enda muni Gunnar bráðum deyja. Gunnar fer heim. Það gerir Hallgerði glaða. Honum er boðið að flytjast í heimasveit hennar, en neitar að færa sig. Hann ætlar að vera heima hjá sér. Gunnar lætur eins og ekkert sé sem gerir óvinans alveg brjálaða. Þegar Mörður kemst að því að Gunnar er án fylgdarliðs heima, er ákveðið að láta til skara skríða. Eina vandamálið er að Gunnar á hundinn Sám. Þeir vilja helst læðast að bænum á þess að Gunnar viti af því. Þeir taka því á það ráð að ræna bónda af nálægum bæ sem Sámur þekkti. Skipa honum að lokka hundinn í hvarf. Þegar Sámur sér allt liðið, ræðst hann á bóndan og rífur á hol. Einn úr liðinu heggur Sám í höfuðið með öxi, en við það vælir hundurinn svo hátt að Gunnar heyrir.